1000 kall í dag alltaf meira en 1000 kall á morgun. Þetta kjarninn í hugtakinu tímavirði peninga. Bjarni vann 100 milljónir í lottóinu. Einhverjir bent honum á að það geti verið gott að fá ekki allan peningin út strax, heldur eftir 1 ár. Reynslan sýndi nefnilega að vinningshafar ættu þá að hættu að eyða vinningnum í vitleysu og hefðu gott af að taka sér tíma til að hugsa sig hvernig þeir vildu verja upphæðinni. En Bjarni settist niður og reiknaði. Ef hann fær milljónirnar greiddar strax, getur hann lagt þar inn á bundinn reikning á 5% vöxtum, í stað þess að bíða í heilt ár án þess að fá nokkra vexti. Hann valdi auðvitað að fá peninginn strax og leggja inn á reikning í bankanum. Eftir ár var innstæðan orðin 105 milljónir og hann því grætt 5 milljónir með þessum hætti. Þetta tímavirði peninga í tengslum við vexti. 100 milljónir í dag eru meira virði vegna mögulegra vaxta sem upphæðin safnar yfir árið.